náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Páll Þorgríms stoltur styrktaraðili Þvottahússins. Heyrðu, Þór Guðnason, velkomin í Þvottahúsið. Þakka þér fyrir. Ég sit nú í stólnum hans Davíðs. Davíð heima með greindargleðnun. Var það ekki? Greindargleðnun. Greindargleðnun. Hann komst ekki í kvöld, hann baði að heilsa þér. Þakka fyrir það. Heyrðu, þú er búin að vera lengi í bransanum. Já. Ég svona séð að ég vita af þér. Svona að ég vissi hver þú varst. Ég vissi af þér, hún varst þarna. Já, ég er búin að vera að starfa í heilsugeiranum í 20 ár. Já, það kemur hérna fram. Sko, þú er búin að vera í einkaþjálfarunum, kuldanum. Þú varst einn af stofnendum Primal Iceland á sínum tíma. Fyrsti svona hoffarinn, Wim Hoffarinn. Já. Þú ert sonur að skuðna í Róbjóka. Já. Hann er svona risaðela í þessum málum. Hann er það. Og svo núna vinnurðu með hugvíkandi efni í svona therapeutískum, sjamanískum tilgangi, eða ekki? Já. Og sem sagt ráðgjöf og eitthvað utanumhald og mögulega svona leiðsögn eða handleiðslu, ekki rétt? Jú, ég sem sagt tek fólk til mín í vinnu með sem sagt þessa plöntukennara eins og ég vil kalla á. Og ég hef verið að vinna með mismunandi plöntukennara. Ég hef verið í samstarfi með sjamanum sem koma erlendis frá og Suður-Ameríku eða svoleiðis eða? Já, Suður-Ameríku, Spáni, mismunandi stöðum og aðalega frá Suður-Ameríku samt. Og ég sem sagt átti nú ekki vona því að ég myndi taka þetta spor að fara að vinna með þessi efni en fyrir nokkrum árum síðan, ég er búin að svona stúdera þessa hluti síðan 2016 cirka, þá svona datt ég niður á heimildamyndum ayahuasca og ég er mjög svona, ég hef viðað með mikið upplýsingum og ég er búin að ferðast alla jörð að leita verkfærum til að verða bara hamingjusöm og frjáls og geta deilt því með Varstu það ekki? Nei, ég var það ekki. Hvaða vesen var það þér? Sko, ég var í mikilli neyslu þegar ég var unglingur og ég stíg út úr því þegar ég er svona 21 árs og þá var ég búin að vera í mikilli fíkniefnaneyslu og var bara og þegar ég var unglingur þá notaði ég vímugjafa bara til að deyfa með eins mikið og hægt var. Ef ég fekk mér eitt bjór og það var bara ekki meira, skilur, það var bara strax þar, sko. Og þannig að ég byrjaði mjög ungur að drekka og það kom bara mjög fljótt í ljós, bara hvernig? Já, ég drakk fyrst 9 ára gamall og ég umturnaðist bara gjörsamlega en samt sem áður þráttur ég bara leið í eigin ælu og eitthvað það var bara ég er að fara að gera þetta aftur. Og ég var 12 ára þá var ég byrjað að drekka hverja einustu helgi og ég gerði það í mörg ár og svo inn í það nokkrum árum seinna þá koma fíkniefni inn í þetta og þá var ég komin í dagneyslu á fíkniefnum og ég setti bara basically allt í mig sem að kjafti kom, sko. Og ég var bara hægt og rólega að murka úr mér lífið og þegar ég er að verða 22 ára þá fer ég í meðferð og tek mig á í lífinu og ég tek út vímugjafana og en það þýddi ekki það að líf mitt varð bara eitthvað æðislegt. Ég fór inn í aðsamtökin og ég fann mig ekki rosalega vel inn í þessum samtökum. Það að viðurkenna vanmátt minn og það að ég væri með ólæknandi sjúkdóm og það var rosa mikið af svona dogma inn í aðsamtökunum sem að ég var svona bara hjarta mitt, það bara gat þetta ekki, skilur, það bara var ekki til í að samþykja það að það væri eitthvað í mér sem væri unfixable. Og þannig að ég fékk miklu meira út úr hreyfingu og foreldrar mínir voru báðir í líkamsrækt og hreyfingu og jóga og ég hafði þann bakgrunn úr æsku minni og þannig að ég var alltaf svona tengdur hreyfingu. Ég var aldrei íþróttamaður en ég var svona
með pabbi í ræktinni og svona. Hann búinn að í 100 ár. Já, hann búinn að vera ansi lengi að þessu, hann var bara ansi lengi en og er búinn að gera stórkostlega hluti og en ég ég var mjög týndur í aðalsamtökunum af því að þetta bara einhvern veginn, þetta resonetaði ekki við mig og ég fór að stúdera mjög mikið heilbrigði og hvað þýðir það og hvað what makes us tick og svoleiðis hvernig virkar taugakerfið og þú veist og allt þetta og ég var alltaf að leita svara og ég fór til Indlands í mjög langan tíma þegar ég fór í fyrsta burnouti mitt og í gegnum Indland þá náði ég að heila sjálfa mig og komast í betra og betra jafnvægi og þessar ferðir voru það var mikið gagn í þeim. Ég ferðaðist mikið heiminn og fór á furðulegustu stað upp í Himalayas og ég er búinn að fara til Perú inn í frumskóga og annað og hverju var ég að leita af? Ég var að leita af sjálfum mér og ég var búinn að prófa að fara til Indlands og sitja þar og reyna að hugleiða og gera öndunaræfingar, fór í jógakennarnám, ég búinn að fara í þetta Wim Hof kennarnám og þetta allt hlutir sem hjálpuðu mér að endurheimta sjálfa mig og byrjaðir aldrei í neyslu aftur þannig? Nei, ég var semst edrú í 19,5 ár og og eftir þegar ég var búinn að vera edrú í 19,5 ár og þá ég var semst búinn að vera, það var búið að greina með ADHD og Jú að kveikja upp í þessu fyrir ekki? Það er bara klálega. En ekki, þetta er sem sagt, ég taka það fram, þetta er THC frýtt CBD weed, þetta er selt löglega henni upp í Urriðahólsstræti. Bara til í þetta. Ekkert ólöglegt. Slakar á taugakerfinu. Gjörðu svo vel. Og svo getur þú slegið bara í Lehman Brothers. Bollan. Já. Þetta bræðast vel. Hvar vorum við? Já, ég var edrú í 19,5 ár og þetta er það var búið að greina með ADHD og alls konar hluti, þú veist, og málið var það þarna 2016, þá er ég sem búin að vera ADHD-lyfjum í 3 ár. Ég kom með eitthvað sem heitir áreynslu astmi og svo var ég komið með ofnæmi og eitthvað svona fyrir birki og eitthvað svona og ég En samt edrú, þú varst Nei, þannig er ég blá edrú og ég er bara búin að edrú í 19,5 ár, ég vinn sem einkaþjálfari og þú veist bara vinn í andlegum málefnum og kenna fólki að hreyfa sig og svoleiðis. En sama tíma er eins og að sé eitthvað svona ómeðhöndlað. Já, þú veist, ég bara, ég hef hennan tendens þegar ég fer inn í verkefni sem að ég hef gríðarlega ástríðu fyrir, að þá get ég murka gjörsamlega úr með lífið, þannig að ég vinn bara og vinn, eins og mér hef kennt af forfeðrum mínum og þannig að ég bara keyri mig út og ég hef tvisvar keyrt mig inn í burnout, þar sem ég bara fer í bara algjört andlegt niðurbrot og þunglindi og Setur þér ekki mörk þannig á þessum stöðum þegar þú ert þarna? Ég á mjög erfitt með að gera það þegar þetta er svona eins og þegar ég byrjum Primal og þetta, ég var að vinna fulla vinnu, við áttum enga peninga, við fórum bara með frábæra hugmynd og við leigðum okkur húsna og svo bara vorum við pínleysla pening í vasanum og við gerðum þetta bara elju og útsjónarsemi og ég á saman tíma ég er að þjálfa á fullu, ég er að byggja þetta gym, ég var í 1 ár að byggja þetta gym og ég var að leigja út íbúðunum mín á Airbnb og ég var að þrífa hana og afhenda hana og þegar ég var að leigja út íbúðunum mín á Airbnb þá bjó ég á byggingarsvæðinu bara á dínu niður í bara Faxafeni og þannig að þetta var rosald ár og þegar við opnuðum Primal þá bjó ég 150 fermetra einbýlishús út í skógi við Elliðavatn og ég var búinn að opna þetta gym og bara the dream had come true og eitthvað. Ég var bara aldrei liðið eins illa á ævi minni. Bara labba inn í Primal og horfa framan í fólk var oft bara þjáning. Því ég var bara samt að kæla og allt í gangi. Já, ég var að fara út í náttúruna og þegar fólk skoðaði Instagram mitt þá hélt fólk bara að ég var í toppmálning að bara ferðast út allan heim og fara námskeið og ég veit ekki hvað og bjó út í skógi og
var nýbúin að opna þetta gym sem var bara flottasta gym á Íslandi og en ég var bara mölvaður inn í mér, ég var bara búin að murka gjössan úr með lífið og bara tögkerfa, mér var bara í steik og ég var bara fastur, ég keyrði í tögkerfa mér yfir fight and flight og í bara freeze-mót, þannig að ég var bara... Samt hreyfir þið þar einhvern veginn. Já, ég bara og það, sko, hreyfing ekkert alltaf lausn. Nei, ég meina, þú ert alveg aktífur einhvern veginn, bara í einhverju frantik ástandi. Já, ég var að vinna við það, að hjálpa fólki út úr burnouti, við vorum með samning við virk og ég var að fá fólk til mín okkur með einasta degi sem var í burnouti en maður sá ekki sjálfan sig einhvern veginn og þannig að ég var bara suicidal í 1,5 ár áður en ég kom að þessum plöntukennurum. Sko, áður við förum í sko þína hreyfingu inn í plönturnar, töfralyfin, hvað gerir hérna? Þá mér langar aðeins að fara tilbaka, ég veit ekki hvort þú vitir eitthvað það en þessi sko saga Bill Wilson sem mjög áhugaverð, ég rosalega mikinn áhuga á sögu og hvernig A-samtökin eru til sko, ég svona sögunörd sko og hvernig hann sko náttúrulega verður fyrir einhver andlegri reynslu inn á einhverjum Town Hospital á sín tíma og svo kemst ég að því að það hafi verið eitthvað svona belladonna meðferð sem hann var í sko sem vassmeðferð já. Og hann fer inn í einhverja mjög andlega reynslu þar sko, en svo heyri ég að á árunum held ég milli 1950 og 1962 eða eitthvað álíka, þá hann mikið að vinna ásamt konunni sinni og að mér skilst einkaritara en undir einhvers konar eftirliti með LSD. Já. Og ég heyri og Lilja Sif sem var hérna hjá okkur daginn, hún talar að það eitthvað sem hann hefði vilja hafa með inn í þessu tólsparasamtök. Þekkirðu eitthvað inn á þessu sögu? Já, ég þekki inn á þessu sögu og það er svolítið magna því að þetta virðist fara fram hjá flestum aðamönnum og þetta bara á fyrstu blaðsíðum aðabókarinnar talað það að hann hafi prófað LSD, það ekkert að róma neitt en það nefnt í aðabókinni, þetta bara í aðabókinni og sem að allir aðamenn hafa lesið. Það hefur farið fram hjá mér. Þetta allavega, ég held ég að það fara með rétt mál. Okay. En þetta eru sagnfræðilega staðreyndir samt sem þetta eru sagnfræðilega staðreyndir og hann notaði LSD til að viðhalda edrumennsku sinni og hann var að upplifa andlegar upplifanir og tengingar í gegnum LSD og þannig og hann, ef hann hefði fengið sínu fram þá væri fíkni málum á jörðinni bara allt þau verður bara í mun betri málum. Þú ert sannfærður það? Ég sannfærður það af því að ég persónulega ekki, mér alveg sama hvað vísindin segja og bla bla, að menn vilja meina það þetta sé arfgengur sjúkdómur sem að leiði til geðveikja dauða. Ég vil ekki eins og segja að þetta sé sjúkdómur af því að þetta andlegt mein og öll fíkn í raun og veru byggð á því að þú ert með sár á sálinni eða það eru sál í kerfinu. Og Lilja kallar þetta áverka. Áverkar, já, algjörlega og að því að flestir halda það að tilfinningar séu bara eitthvað svona fluff í kosmosinu. Það bara ekki rétt, það að hluta til rétt en tilfinningar eru biological, það eru líffræðilegar þannig að þegar mér líður ákveðin hátt að þá gefur líkaminn frá sér ákveðin efni sem að það líðan skilur og ef að boðefni, hormónar og alls konar svoleiðis þannig að tilfinningar skilja eftir chemical residue og þannig að þessir plöntukennarar þeir hafa þann eiginleika að byrja að hreinsa út úr kerfinu traumatic events og hvað þýðir það? Eins og það engin mekanismi til dæmis fyrir long term memories. Það haldi aldrei að heilin geymi long term memories. Það ekki búið að finna þann stað. Ekki búið að finna þann stað og það sem sagt, mjög virtur maður sem að ég fylgist með sem að heitir Zach Bush og hann trúir því að því að það mekanismi fyrir short term memory. Og heilin bara receiver móttekur hlut. Rúbert Sheldrake tala líka þetta sko. Já, en hvar geymum við þá þessar minningar? Við geymum þær í vatninu. Þannig að in the water in our bodies. Yasuro Emoto hann sannaði það að
tilfinningar eða vatn getur geymt upplýsingar og ég held að tölvur framtíðarnar verði gerðar að hluta til úr vatni því að það er alltaf harness og geyma upplýsingar í vatni og þannig að það sem að Sackbus er að tala er það að þegar við meldum ekki tilfinningar okkar þá setjast þær fyrir á ákveðnum stöðum í líkamanum og það sem að gerist þegar við förum að melda tilfinningarnar og ef við meldum ekki tilfinningarnar þá förum við að breiða yfir þær þá förum við, þetta er svona eins og örfa sjálfa þig í fight and flight ástand eins og fólk sem er búið að fara í burnout eða bla, það er mun líklega að það fari í fíkna því að það fer að nota utanakomandi efni til að stýra taugakerfinu á sér og við erum bara að nota þessi efni til að stýra taugakerfinu inn á ákveðna staði en fíknir þegar við förum að ofnota þessi verkfæri til þess að hella upp á gleði eða hvað það er og þetta er eins og afi minn, afi minn var alvarlegur maður og hann var skapstyggur og svona en í föðurætt? Í móðurætt mín og ég var mun meir samneytir á rúlingu við hann heldur en hinn afi minn og hann var svona alvarlegur maður og það er kraftmikill en þegar hann fekk sér í glas að þá bara gjörbreyttist maður léttist yfir honum og hann gat leikið við okkur og var ekki svona alvarlegur og okkur svona, hann var virkilega skemmtilegur þegar hann var búinn að fá sér x mikið áfengi skilur, ef hann fekk sér á mikið þá var ekkert meira fjör skilur en það sem að við erum í raun og veru bara að gera ef ég drekk áfengi, hvað gerir það fyrir mig? Slakar á taugakerfinu á mér þegar það slaknar á taugakerfinu á mér þá shiftast blóðflæðið hjá mér úr skeletalvöðvunum sem ég nota til að berjast eða verjast með og ég fæ flæðin í hjartan ég get upplifa ást og samkennd þar skilju og þetta er það sem við erum að nota vímuefni í að stýra taugakerfinu á okkur af því að við höfum engin önnur verkfæri og svona tímabundin lausn undan ánauð einhvern veginn. Já og líka það ef þú getur ímyndaðir það fyrir 100 árum síðan hvað er heilin að þið meldi mikið upplýsingum á dag versus það sem hann versus það sem hann er að gera í dag þú keyrir í vinnuna og án þess að þú takir eftir í að þá ertu kannski búin að keyra fram hjá 50 auglýsingum undir meðutundin er að taka á leiðin í vinnuna er ég örugglega búin að melda jafn mikið og meðal maður var að melda kannski bara yfir ykkur 2 daga fyrir 100 árum síðan Já, basically, þannig að við erum undir álægi sem að við erum ekki gerð fyrir Lilja talaði um þetta, við erum einmitt ekki hönnuð fyrir þetta samfélag Já, það er bara, við erum ekki gerð fyrir svona, við búum, þú veist og menn tala Matrix og allt þetta skilur og þetta er raunverulegt þú veist, það er bara verið að stýra í hvernig fólk hugsar neysluvenjur og annað og þú veist, það sem að við verðum að skilja eins og hvað er markaðssetning markaðssetning byggir á skilningi á taugakerfinu ef ég skil hvernig mannskepnan fungerar þá get ég selt henni hvað sem er skilur og það er fátt sem að keyrir neyslu eins mikið eins og streita og að ýta fólki inn í þetta fight and flight ástand sem er í raun og veru the hamster wheel sem við tölum um það er stjórnleysið maður Já, og þessi neysluhyggja er bara að gera út af við okkur því að bara taugakerfið okkur ræður ekki við þetta við erum orðin svo aðskilin frá náttúrunni og það eru bara þú veist, þegar þú labbar í 100 manna hóp í Reykjavík hvað heldur þessi margir sem eru ekki að nota farmasútikal lyf? Það er talað 24% á Íslandi Já. Sem eru að nota farmasútikal lyf Já, og það er og sko það er 1/4 ef ég er farin að taka 2, 3, 4 lyf er ég þá heilbrigður? Já, samkvæmt heilbrigðiskerfinu, samkvæmt heilbrigðiskerfinu samkvæmt svona því sem að heildin segir þá ertu að gera góða hluti ef þú ert að taka lyf
Já, ef þú ert að meðhöndla ADHD-ið með Ritalin eða konsertum og svo ertu kannski á eitthvað svona kvíðastindandi lyfum öðru hvoru og smá bens og róandi svona öðru hvoru og svo þegar allt komið í hrærigraut þá þetta stundum svefnlyf sko. Já, og svo þetta þunglindslyf því að veist, lífið þungt og alvarlegt þannig já, ég að meðhöndla mig. Já, en ég ekki heilbrigður. Nei, ég veit það. Ég get verið að meðhöndla mig, það eitt, en ef ég að taka 3-4 lyf á staðaldri, þá ég ekki frjáls. Nei. Ég ekki heilbrigður og til þess að bara viðhalda einhverju normi eða geta fungera og mætti vinnuna, það ekki endilega að vera heilbrigður. Og líka það að öll lyf eru afleiður af náttúrulegum plöntum. Akkur erum við ekki bara að éta þessa plöntum? Já. En ok, förum aðeins inn í það. Þú veist, þetta sko næsta klausa hérna. Hvað fékk þetta þess að opna þig fyrir þessum hugakandi efnum? Þú erum búin að koma aðeins inn á það. Og svo nú þjónustur þú þessa einstaklinga með vissri þjónustu. Eins og ég segi, það svona ráðgjöf og kannski aðstæða á einhver handleiðsla. Já. Hvaða efni verið að bjóða upp á hérna á Íslandi? Því að Lilja talaði sko að þegar þú ert komin á svona svæði eins og einhver ákveðin svæði í Suður-Ameríku, ákveðin svæði í Norður-Ameríku, þar ertu með kannski einhver ákveðina hefð sem hefur kannski með 1 eða 2 efni að gera kannski árhundruð eða þúsundir sko. Já. En svo hérna á Íslandi þá heyri ég sko, ég get talið upp kannski bara einhver 5-6 efni sem ég veit Þannig að hvaða efni verið að bjóða upp á hérna á Íslandi og hver getur metið hvaða efni henta hverjum? Fattar þau? Og af hverju getur ekki bara unnið bara með sveppina? Af hverju þurfum við að vera að vinna með allt hitt líka? Sko, þetta eru allt mismunandi verkfæri í verkfærakassanum og hérna þannig að ayahuasca það verður meiri líkamleg hreinsun þar. Ok, hvað veldur því? Það eru alkaloids og annað í þessum drykk. Þetta sem sagt blandaður drykkur, þetta ekki bara ein planta ayahuasca, þetta sem sagt svona bruggaður drykkur sem úr plöntum í Amazon. Og þetta hvetur líkamann til að hreinsa út toxicity og það sem þýðir það að það hreinsar út neikvæðar tilfinningar og annað líka og það getur hjálpað að melta tilfinningar sem eru óunnar. En það sem verið að vinna svona aðalega með hérna heima eru sveppir. Það eru líka, og það fer eftir líka í hvaða tilgangi. Það mikrodósa eða það fara í athafnir eða hvað það? Þannig að, og það þetta að fá, hérna á Íslandi þetta að fá orðið San Pedro í microdosing, það þetta að fá sveppi í microdosing. San Pedro, það kaktus? Það kaktus. Það meskalín? Það meskalín, það sama virka efni og í peyote og það bara, peyote orðið mun sjaldgæfur og erfiðar að fá og svoleiðis, þannig að það náttúruvænna að taka kaktusina því að það bara miklu meira af honum. Og þannig að það verið að bjóða upp á sveppa meðferðir, sveppa athafnir, hópathafnir og enga serimónir og ég hef verið mikið með fólk í enga athafnum þar sem það kemur til mín og það fer í gegnum 6 tíma ferli sem bara, og það upplifir þetta sem bara mest profound upplifun á sinni ævi og þetta það misjað hvað fólk upplifir en fólk blindfolded eins og maður sér og liggur undir teppi og kerti og kósi? Já, að mínu mati að það skiptir þetta, við þurfum að bera mikla virðingu fyrir þessum efnum. Þetta ekki bara eitthvað svona recreational drugs til að þú fara og sjá eitthvað bíó, skilur. Þetta eru rosalega öflug verkfæri til þess að hjálpa sálarlífi fólk, skilur, og hjálpa fólki að þeir eru bara melta þennan heim sem við búum í og þetta áreiti sem við erum í og þetta óafgreidda. Já,
og það þetta ekki ástæðalaus út í náttúrunni. Ég trúi því að þessar plöntur, þær eru þarna út í náttúrunni til að vekja okkur til vitundar. Það eru 23 tegundir af öpum sem að nota psychedelics on a regular basis. Höfrungar fara á psychedelic trip, þeir gleypa fisk sem heitir pufferfish og hann bólnar út og gefur þeim psychedelic compound upp í munnina og þeir trippa, skilur. Og það er ávinningur af þessu að þetta gefur tækifæri til að melta tilfinningarlífið þitt og forsöðin og allt annan hátt heldur en þú getur gert í gegnum bara að sitja í stól og spjalla, skilur. En það sem verið að bjóða upp á hér á Íslandi er þessar sveppa aðþarnir. Það eru koma hingað af og til sjamanar erlendis frá og sem að ég hef verið að vinna með og aðrir hafa verið að vinna með og eru að koma með ayahuasca og ég hef verið með retreat þar sem ég býð upp á San Pedro og fer með fólk út í náttúruna og það er... En sveppaseremonían, hún er svona meira svona low-key eða svona... Sveppaseremonían er... Svona hilki. Já, eða sko það eru mismunandi leiðir til að vinna með þetta og sálfræðingar erlends eru farin að vinna með fólk og eru með playlista og sita yfir fólki og passa upp á öryggi þess og svoleiðis að fólk fari sér ekki að voða og það er spjall fyrir meðferðina og það er síðan integration eða svona spjall eftir síðan nokkrum dögum til að svona melta upplifunina. En það sem að ég er að vinna með eru svona sjamanískar aðferður. Ég er búin að læra hjá mismunandi sjamanum bæði heima og úti eða sjamanum sem ég þá hafa komið erlends frá og ég hef verið að vinna með. Og svo var ég í 2 mánuði í Perú í 2018 þar sem ég vann með mismunandi sjamanum og ferðaðist mikið og var að bara læra að feta minn í þessum heimi. Og þetta þannig að þetta er rosalega öflug verkfæri en það sem að skiptir svo miklu máli það að hvernig að viðkomandi upplifir sig öruggan, hann sem er aðila sem að veit hvað hann er að gera og uppbyggingin á svona seremóni er basically að það er smá undirbúningu fyrir og spjall áður en að viðkomandi kemur og svo þegar viðkomandi kemur að þá er svona smá spjall og hver ásetningur og svona ræða bara af hverju ertu komin hingað og hvað er það sem að áætlaru magnið eða áætlar maður magnið á því sem maður tekur inn eins og sveppunum, hvort sé 1 gram eða 2 eða 3 eða 4 eftir rauninni svona kannski getu einstaklingsins til þess að prósessa það sem hann er að fara í gegnum eða líkamsþyngd eða sko það ég náttúrulega við verið að vinna með fólki í mjög langa tíma í viðtalsmeðferðum og svona þegar ég byrja að tala við fólk þá byrja ég að toga í spottana því lengra sem ég næ að toga spottana því meira veit ég viðkomandi þannig að þegar ég er svona búin að átta mig á því hver forsa viðkomandi og af hverju hann er að koma og svoleiðis að þá met ég það er fullt af jöfnum, skilur. Það er líkamsþyngd, það er forsaðin, áfallasagaðin og svoleiðis og þetta er metið út frá því og ef að fólk kemur til mér og segja ég er rosa næmur fyrir að ég fæm bara hálft rauðinsglas þá er ég bara farin, skilur. Þá er tekið tillit til þess og þetta maður reynir að gera þetta á mjög ábyrgan hátt en málið er það að þegar þú ert eins og í einkaseremóníu þá er manneski sem yfir bara í 6 klukkutíma að passa upp á öryggið þitt og að þú sért í lagi og oft og þetta oft mjög erfitt að fara í gegnum svona ferðalag því að oft ef að fólk með mikið af áföllum og annað að þá ertu kannski á 6 klukkutíma að fara í gegnum áfall eftir áfall að upplifa áfallið bara eins og að segja gerast í núinu. Hvað er fólk að inntaka mikið? Hvað er svona hefðbundin skammtastærð eins og á bara íslenskum psilocybin sveppum? Það það sem að menn hafa verið að miða við senstu 30-40 ár er the heroic dose, það sem að guaranteed breakthrough að það sé svona 5 gramma skammtur af psilocybin. En þú veist þegar fólk fyrir hópseremóníur þá það ekki taka þetta mikið, skilur, það kannski taka 3 gram eða eitthvað svoleiðis en
þetta er metið bara í hvert það skipti eftir viðkomandi. Og líka minna prósessa, segjum sem svo, 5 grömm af sveppum bara okkur 6 tímum. Það bara ákveðin gluggi sem að í raun og veru, það gluggi upp á 4 til 6 tíma með sælosveppin. Þó að ég myndi taka 20 grömm, það myndi ekki skipta máli. Það myndi ekki lengja ferðalag. Lengir ekki trippið. Nei, það bara þú fer bara dýpra. Þannig að inn í undir meðvitundina. Og ekki það, ég ekki að mæla með þessu fyrir nokkurn mann, en þú veist, það bara, þú veist, og fólk á ekki vera eitt heima að fá sér 5 gramma skamt. Nei, það líka ein spurning sem að bara yfir sér, sko. Já, það sem ég langaði líka aðeins að forundast skiptir það máli að vera í einhverjum svona öruggum höndum, eða þetta eitthvað sem að fólk getur verið að leika sig með bara aðleitt upp í bústað? Sko, ég held að allir eigi að byrja á því að gera þetta undir handleiðslu einhvers aðila sem að veit hvað hann að gera og að þetta sé gert í öruggu umhverfi og þetta sé aðili sem hún treystir, því að þegar þetta ferli fer að stað þá bara það opnast allt upp á gátt og það skiptir gríðarlega miklu máli að þú sést með manneski sem að veit hvað að gera og hefur reynslu sjálfur á því að ferðast og þetta, og ég mæli bara með í öllum tilfellum að fólk sé með ábyrgan aðila með sér, að þetta jú, fólk getur farið og það getur upplifað undraverða hluti í eitthvað eitt upp í sumarbústað, en það getur líka farið sér að voða, að þú þarft að vera í öruggu umhverfi og það alltaf borga sig að það sé einhver aðili sem ábyrgur og getur hugsað hann, þannig að því að fólk getur líka, ef að það sem að sko þessar plöntur, þetta eflir upp allt skinnfærakerfi, það sem við kallum vestibular system, þannig að ef þú verður hræddur og lendir í ykkur svona lúpu í hausnum á þig með það, að þá getur þú bara verið fastur þar í fleiri staðið þess að fá bara hjálp við að draga þið út. Já, og það sem að sko, að því við vorum að tala um hvernig sett upp við á svona, þegar við erum búin að eiga spjallið í byrjun serimóníun og þú lagstu niður og komið blændirinn og undir sæng, skilur, og ferli fyrir að stað, að það sem ég geri að ég nota sjamanískar aðferðir, ég nota trommur og vibration og svoleiðis, því að þegar þú opnar vestibularkerfi og næmnin svo mikil, þá hefur trommuslátturinn svo rosalega mikil áhrif á taugakerfið þær, og ég nota munnhörpur og alls konar hljóðfæri til að búa til mismunandi tíðnir, og þessar tíðnir gera það að þær eru að ýta þér áfram í ferlinu, að flæða þér, og ég get svolítið haft áhrif á ferðalagið hjá viðkomandi með bara hvernig tónlist ég að spila, skilur. En viðkomandi, sko, þú í þessum aðstæðum, þú ert aldrei að taka inn þessi efni sjálfur á sama tíma? Þú veist, ég ekki í þessu ástandi sem að fólki nei. Þú veist, ég kannski taka smáskamt, það bara eitthvað, þú veist, bara til að tengja inn í rýmið, en ég algjörlega bara á staðnum að hugsa viðkomandi, og það sem að síðan, þegar fólk eins og hjá mér, það sem ég verið að vinna með líka samhliða þessu, og það hefur engin áhuga á þessu, því það engin peningur í, en ég semst að vinna með þegar fólk kemur, að því vorum að tala tilfinningar festast í líkamanum og svoleiðis, að það sem ég búin að vera að stúdera núna senastu 3 ár að vinna með líkamann undir áhrifum sælosveppin. Þá ég að nota vefjalosun og nudd og svoleiðis, þannig að þegar fólki svona að koma tilbaka úr ferlinu til þess að hjálpa því að melta ennþá meira, að því að þá vinn ég henda þessu drasl út, í raun og losa út þessar neikvæðu tilfinningar og melta þessar tilfinningar til þess að bara upplifa létti í taugakerfinu, að þá vinn ég með vefjalosun og nudd og svoleiðis eftir að þú kemur út úr serimóníunni, og þá gluggi þar sem að taugakerfi gjörsamlega slagt,
og sársauka þolið þetta er svona 10 sinnum hærra heldur en það er undir venjulegum kringumstæðum sem þýðir þú getur farið miklu dýpra inn í vefina og þú veist bara laga líkamsstöðu og ég hef séð bara undraverða hluti gerast með þessari meðferð. Þannig að ég er basically í mínum athöfnum, þessum enga-athöfnum, þá er ég að vinna með sálarlíf fólks en ég er líka að hjálpa því að losa líkamlegu spennuna og losa tilfinningarnar úr líkamanum. Þetta heyrir saman sko. Já, þú veist, af því að það er engin aðskilnaður, af því að við tölum sálina og líkamann og allt þetta skilur og þetta er bara þetta er ein eining það er ekkert tímabundið þetta er ekkert tímabundið bundið í eina einingu nákvæmlega og þannig að við verðum að fara að skoða þetta sem heild en ef ég kem til þín í ráðgjöf ég er hérna bara eitthvað hellaður á því eitthvað með þunglindi, eitthvað kvíða og eitthvað óuppgerð áföll og annað og ég vil eitthvað fara að vinna með þetta hvernig veistu að sveppir eru kannski betri fyrir mig eða kaktus eða ayahuasca á ég að fara að taka ketamín á ég að fara að taka MDMA hvernig er þetta ráðleggja mann í þessum efnum? Sko, ég persónulega vinn mest með sveppin. Ég verið með þessi retreat á til þar sem að við erum með aðstöð út á landi og við erum með retreat yfir helgi og fólk fer kannski í 2 athafnir yfir helgina. Og það er hópur? Það er hópur, já. En fólk sko sem er að koma í enga-athafnir og það er í langflestum tilfellum er það að koma í sveppameðferð. Það eru langmestur rannsóknirnar á psilocybin. Maður heyrir mest af því. Já, maður heyrir mest af því. Og MDMA er þetta líka, sko. Já, MDMA er náttúrulega man-made substance, en samt sem áður gríðarlega öflugt verkfæri af því að það eykur samkennd og það brýtur niður varnir fólks. Þannig að egoið það leysist bara upp í basically. Þannig að það og rannsóknir með PTSD og annað gagvart MDMA er magna. Það er mjög stutt í það að MDMA verði bara orðið therapeutic í Bandaríkjunum. Aftur? Já. Aftur. Það var sem sagt notað í sambandsráðgjöf og annað í gamla daga og eins og LSD var, það var verið að vinna með þessa hluti og nota þetta á mjög ábyrgan hátt og það ég hef átt samtöl við geðlækna og annað sem að segja bara við mig eftir 5 ár þá verða bara engin þunglyndislyf á markanum. Af hverju? Af því að þau standast ekki í samkeppni við rannsóknirnar sem er að koma á þessum hugvíkandi efnum og það er ekki þunglyndislyf á markanum sem að virkar. En eru lyfjaframleiðendur geta þeir náttúrulega númer 1 vilja þeir lækna sjúkdóma? Ég spurði Lilju að því og hún sagðist ekki halda það sé það sem þeir vilja. Nei, ég held að það sé ekki businessplanið þeirra. Nei, og geta lyfjaframleiðendur þeir hagnast af einmitt þessum hugvíkandi efnum? Lyfjaframleiðendur munu hagnast gríðarlega af þessu og það er einhver verður að halda utan með það? Er það? Ég veit ekki, ef þetta á að fara inn í heilbrigðiskerfið. Það er ekkert mál að vera eitthvað upp í sumarbústað en ef þetta á að fá að vera eitthvað svona opinbert ferli þá verður þetta að vera stimplað og trials og alls konar drasl. Sko, allar rannsóknir og ég fagna því en það sem að þessar það er eitt að vinna með microdosing og þetta smáskammta umræða er mjög virk og svoleiðis og microdosing er mjög gagnleg og ég gerði það í langa tíma og þegar ég var að microdosa fór ég að sjá lífið í lit aftur og þannig að það er og það er breytt vinkill en það að fara skilur í svona athöfn og með vönum leiðbeinanda það er bara
þú veist, þetta upplifun sem að það ekki eins og hægt að lýsa þessu, ef þú hefur ekki, sko, ég get ekki þú veist, að, sko heldur að heilbrigðiskerfi get ekki boðið upp á þessa umgjörð, það sem þú þarf að segja? Það mun aldrei geta boðið upp á þessa umgjörð, þú munt aldrei fá þessa upplifun sem þú færði í einkathöfn með reyndun leiðbeinanda sem að notar sjamanískar aðferðir og spiritual aðferðir. Þú munt aldrei geta... Strax komum með 2 heima, sko. Já, ég hef ekki séð þetta svona aður. Þetta eru 2 heimar og það sko, ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir því að heilbrigðiskerfið sé að skoða þessa hluti og vilji nota þetta og þetta sé notað í klinikal aðstæðum og fólk sé að fá lausn við þunglynd og kvíða og sálrænum vandamálum. Það gríðarlega mikilvægt því að þetta eitthvað sem að getur hjálpað okkur á þann hátt. En það sem að ég að vinna með andleg upplifun, skilur, að vakna til vitundar. Það svolítið annað heldur en að bara losnaði þunglindi, skilur. Ég að tala að fara mun lengra í the exploration, að skoða innviði undir meðvitundarinnar, af hverju hagar þeir eins og gerir. Það engin hjúka sem að tala svona, sko. Nei, enda það eðlilega. Þegar maður skilur, fagaðili innan og hefur réttind að plugga upp á vegg og annað og starfsréttindi sem þarf að verja, þá náttúrulega þá ekkert að tala þetta og þegar þú hlustar á viðtöl og annað við rannsóknar aðila sem að rannsaka þessa hluti út í heimi, að þeir orðnir flestir mjög klárir að leiða og spirillin fyrir að tala eitthvað spiritisma eða eitthvað svona, þá bara svona this is what the science says, bara vísindin segja þetta og þeir vilja ekkit fara inn á þetta og ég upplifði bara andlega, búin að upplifa andlega vakning aftur og aftur í gegnum svona upplifanir sem að það sem við kallum breakthrough upplifanir, það sem að ég sé hluti og man kannski hluti í þessum ferðalögum sem ég hef ekki hugsað í 20-30 ár en þegar ég sé minninguna og sárið, þá skil ég af hverju ég bregst við ákveðin hátt sem fullorðinn einstaklingur og þetta svona eins og ég myndi geta gengið inn í sálarlíf mitt með vasaljós og allt í einu þá get ég beint inn í the dark corners of my soul og séð hvað það sem að valda skapgerðarbresti mínu, hvað það sem að valda fíkn og annað og þetta bara eins og window of opportunity into your psyche. Og við erum að tala um þunglindi, við erum að tala kvíða og alls konar ofsakvíða og svefntruflanir. Já, þetta allt bara distortions í taugakerfinu og svo eru sögur í þér sem að þú notar bara á repeat til þess að réttlæta að þú hægir þér svona því að ég var sem ekki einu sinni sannar, sko. Þau ekkert með það að gera, skilur, þetta bara saga og við erum alltaf að segja bara sögu frá morgni til kvöld, skilur, til að réttlæta það að við nennum ekki þess eða hinn, ég svona eða hins einn út af þessu og bla bla, en ef við förum við fáum tækifæri til að skoða þessar sögur okkar, að þá fyrir við átt okkur á því að það engin tilviljun í lífinu og það ástæða fyrir öllu. Það er beitt til hægri einhver tíman í staðin fyrir vinstri að þá sætur ekki í svona stólinn og allt sem þú hefur gert, gott eða slæmt, hefur gert eða þeim manni sem þú ert í dag og spurningin bara, do I love this guy eða ekki, skilur, og ef ekki þarf ég að breyta ykkur. Þannig að og þetta gefur þér tækifæri til þess en þetta spiritual upplifun þegar þú ferði í þetta stóran skamt, skilur, undir handleiðslu sem að sko ég var með mannundaginn sem hafði mist son sinn hann hitti son sinn inn í ferðalaginu skilur, og inn í ferðalaginu þá það raunverulega heldur en að ég siti hérna og er spjallað við þig, skilur, að því að tilfinningar, það eru svo rosalega tilfinningar sem að fylgja þessu, skilur. Og hvað gerði það fyrir hann? Það gerði hann
það gladdan gríðarlega og það hjálpa hann að melta sársauka og söknuð og þannig að sætta sig við og þannig að þetta er virkilega að hjálpa fólki en við þurfum að bera virðingu fyrir þessu og þetta er bara vand með farið. Hún Lilja, hún sagði svolítið, hún talaði sko að ef þú ert að fara í þessar seremonjur aftur og aftur og aftur og aftur og mögulega á mismunandi efnum í hvert skipti þá vildi hún meina að mögulega væri ekki að vinna heimaðuna því efnin kannski benda þær á okkur ákveðin svæði og mögulega ykkur úrvinnsla í ferlinu sjálfu en þau benda þær á okkur svæði sem þú þarfst að fara að vinna með þannig að í rauninni eftir trippi tekur þá líka vinnan við sko. Já, hvað finnst þér þetta? Ég er algjörlega sammála því, að þetta er, við hefum ekkert að trippa bara út í eitt eða vera að fara einhverja seremonjur út í eitt, en það er í raun og veru, seremonjan byrjar þegar hún endar í raun og veru, það er að því að þú færð þarna innsýn inn í sálarlífið þitt á annan hátt heldur en að þú hefur bara nokkuð tíma geta gert, þetta er farið svona ferðalega bara eins og 20 ára sálfræði meðferð líka við, sem bara fyrir gegnum eitt ferðalega og flestir þeir koma með svör og hluti sem þeir sjá að þeir þurfa að laga en þú þarft að gera vinna, það er hvernig vinnur úr þessu, það er það sem að tryggir batan. En hvað finnst þér að vera að sjá hérna bara til dæmis á Íslandi hjá fólki, hvers konar hegðun því ég hef líka heyrt sko inn í tólsporasamtökum þá er litið á þetta svona hörðum augum og miklum fordómum sem svona algjört gateway yfir í frekari neyslu líka ég er algjörlega ósammála, þetta er ekki eins og fíkni því að sko fyrir að fyrsta þá er classification eða hvernig skilgreiningin á fíkni efnum er nú eru flest af þessum hugvíkandi efnum eru class 1 narcotics í Bandaríkjunum en ef þú skoðar skilgreiningur á hvað er fíkni efni þá er það eitthvað sem hefur áhrif á dopamine pathway í heilanmaður öll hugvíkandi efni eru ekki á dopamine pathway, þau eru fyrst og fremst á serotonin pathway og það er tvennt ólíkt það er tvennt ólíkt, þannig að þetta er ekki fíkni valdandi þetta veldur ekki fíkn en fólk getur upplifað það sækir inn í hennan heim til að fá svör og annað Getur þú sótt hann inn á vitlausum forsendum? Já, það er það að gera að sjálfsögðu, það er að gera allt á vitlausum forsendum, þetta er bara, eins og ef ég myndi bara borða gúrkur, þó að gúrkur séu rosa hollar, það myndi deyju næringarskort. Og mikið vassheila. Já, þetta er alltaf spurning jafnvægi, en það er, aðalatrið við það að fara í, þetta er the road less traveled for a reason, þetta er ekki the easy road, þetta er ekki eitthvað magic bullet, tekur bara að ferja í ayahuasca ceremony og svo er þetta bara hamingjusömmur frjálsar sem eftir og það er líka bara það að vera hamingjusömmur frjáls hvað þýðir það? Það þýðir það að ég get hugsa sjálfstætt og er sjálfbær og hvað eru margir sem eru þar? Ég ætla ekki einu svona að leyfa mér að segja það sko. Það er bara náttúrulega enginn í vestrænu samfélagi, flestir við erum bara týnd. Við erum bara búin að fara svo langt út af brautina, við skiljum það ekki að aðalforsendan fyrir óhamingju okkar er það að við erum búin að einangra okkur frá náttúrunni, það að búa í einhverju steinsteypu virki, vinna 10 tíma á dag og koma heim og horfa á Netflix þar sem þú ert að horfa á fólk myrða hvert annað í 5-6 tíma á dag. Það hljómar svolítið súrt sko. Ef þú heldur það að niðurstaðan af þessu verði einhver tíman að þú verðir hamingjusömmur og frjáls, gleymdu því, það er aldrei að fara að gerast.
og líka það að þú veist, örfunin sem þú færð bara á sjónvarpinu gera það verkum að þú færð aldrei neina hvíld, skilur, og heldur það að þú liggur í sófanum með popp og kók og og ert að horfa á sjónvarpið að þú sért að slaka á það fyrir algjörlegt í ákvæðast að horfa ef þú ert að horfa á ofbeldi þá ert ekki að slaka á taugakerfið að það gerir enga greinamun á því hvort að þú sért að drepa þetta fólk eða gaurinn í bíómyndinni sko. Og þetta er bara þú veist, þetta er sko, það sem er svo magnað við okkur mannskjörna er það að við erum alltaf að leita að einhverju utanaðkomandi til að laga okkur og það er ekkert að því að sækja stuðning í náttúruna en allt þetta stöf sem við erum að hrúa í okkur annað, þetta er að drepa okkur skilur bara neyslan og hvað við étum mikið af mat og allt þetta það er bara, við erum í ofur neyslu samfélagi sem við bara sjúa úr okkur lífið þarna eru bara plöntukennarar og sem að geta hjálpað okkur að endur tengjast inn í hjartað okkur og byrja að elska okkur sjálf og hvað þýðir það? Þýðir það, ég var að ferðast út allan heim að leita svar og ég var alltaf að heyra þetta. Það elskar sjálfa þig og ég bara, hvernig ger ég það? How do I do that? Eins og það sé ykkur ákvörðun sem þú getur bara tekið. Já, en sko, og ég náði þess ekki, ég bara skildi því. Þú veist, átti ég að standa fyrir frá spegilin og segja við mig, skilur bara frá morgni til kvölds og ég elskaði mig eða hvernig, nei. Ég sýni mér það í gjörðum mínum gagnvart sjálfu mér það er sjálfsást skilur það er, þú veist, ef fólk segir við mig aftur og ég elska það er allt annað heldur en þegar fólk sýnir mér það með gjörðum sínum skilur það er til staðar, það hefur hlustun og þannig að eina leiðin til að rata heim það er í raun inn í hjartað á sér þar sem við eigum að eiga heima en ekki í hausnum á okkur það er að slaka á taugakerfinu á okkur leið og það gerist það slaknar á taugakerfinu á þér þá breytist blóðflæðið kemur orka inn í hjartað á þér og þú getur upplifað ást ef þú ert of stressaður þá getur ekki upplifað ást þú veist þú elskar börnin en þú er ekki aðgengi að tilfinningunni nema að þú sért nógu rólegur af því að þegar ég er að eða smá fullur já, þá er ég slakur skilur það er það sem það gerir það halda og við erum fyndin af því að við höldum það að víman komi úr efnunum eins og áfengi hvað er áfengi vodka er brenda kartöflur skilur er víma í vökvanum nei víman er í hormónakerfinu þínu vökvin alkohól losar boðefni í þér þú ert víman þú býr til vímuna áfengi er bara lekill til að opna fyrir ákveðna hluti í taugakerfinu í hormónakerfinu en áfengi er bara lélegasta verkfæri til þess að vinna með taugakerfið sem til er af því að þó að gefir 2 rauðvínsglös, gefir þægindi í 3 tíma, þá er orkuleiðni í líkamann hún er sem sagt trufluð í 6-7 daga. Það er minna flæði í gegnum mænuvökvan á þér af því að þú ert basically að drekka fljótandi sykur og þá verður bólga. Þannig að, já, og þess vegna er fólk þunglynt, þreytt í marga daga eftir áfengisneyslu. Samt er þetta það eina sem er svona basically löglegt sem okkur til undirsauka og að það hættulegasta dópið öllu. Hættulegasta vímuefni á jörðinni er áfengi. Það er bara, það er staðurinn og það er bara þannig og psilocybin sveppir eru skaðminnsta af öllu þessu. Það á ekki að vera að kalla fíkniefni en af þessum fíkniefna skala þá er ekki en þetta er greinilega breytast. Þú sér það alveg hérna út í samfélaginu sko. Já. Þú sér hérna bara veist, húsmaður hérna bara upp á túnum og fólk, það er mikil vitundavakning í gangi sko. Sem betur fer því að nature provides. Náttúrun er að sjá okkur fyrir efnum
sem að geta viðhaldið heilbrigð okkar og það allt annað sko, það finnst öllum sjálfsagðar hlutur að ég væri á þunglindisliðum eða ADHD-liðum þar sem eftir ævinar af því að einhver læknir skrifaði upp á það en ef ég myndi fá mér eitt smóka jónu á kvöldin eða eitthvað bara til að róa taugakerfið á mér þá á ég við vandamál að stríða og ég bara, það meikar ekkert sens þannig að það stórmunur að ofnota hluti í fíkn og að nota á responsibly og ég trúi því að ef að við vinnum í sárum okkur, að heilum okkur og förum að koma jafnvægi á taugakerfið okkar melta tilfinningur okkar þá forsenda fíknarnar farin þannig að alkoholism ekki ólæknandi að mínu mati. Mér langar að fara hérna aðeins í lokin, einmitt í þetta sko. Veist, það bara, þú heldur því fram bara hér og nú að alkoholistum út frá eigin reynslu og eigin sannfæringu að alkoholistum eða lyfjafíklum sé ekki bara óhætt heldur að það sé gjöf fyrir þá að nota þessi hugvíkandi efni. Það eru fullt af rannsóknir sem eru búin að koma fram með sveppi og fólk hefur farið inn í ayahuasca-seremóni og basically færið þær skilabóð bara að þetta sé bara ekki eitthvað sem það er að vera að gera það lappar út og það notar aldrei aftur. Því að þú skoðar prósentur hvað var það raunni líkur á langtíma edrumennsku þá í gegnum þetta meðferða batteri og þessi 12 spora kerfið sem í búið hérna hjá okkur núna þá færðu ekki drosalega háa tölur svona á heimsvísu. Þetta nú tala kannski svona 10-15% líkur á langtíma bata eða edrumennsku. Já, það meira þess að talið ef að þú ert ef þú nærði að vera edru í 2 ár þá dettur inn undir þessi 15-16%. En svo eru fólk ef þú dettur í það eftir þann tíma þá ert ekki inn í statistikinu þannig að í raun og veru árangur af þessi að fíkni meðferðum hann var mjög dapur og það kannski ennþá og það skortir úrræði það skortir nýja hugsun á því hvað forsenda fíknarnar af hverju því við virðumst ekki vera að ná þessu. Nei, nema bara einhver örfáir í gegnum 12 spóra kerfi til dæmi svo ég nefnum eitthvað. Því að fíkn nefnilega hún svo margslungin þú veist allir díla við fíkn á einhverjum tímapunkti í lífi sínu. Það ákveðin þróun í því að leita inn í eitthvað atri og við notum það til að örfa eða hreyfa við okkur, breyta taugakerfinu og ef við tækjum spilafíkil til dæmis hann háður pappír? Nei, hann ekki háður substansi. Hann í boðefnaframleiðslu. Hann háður því sem að örfunni sem gerist inn í heilanum. Sem þá dópamín gerir á fyrir ekki? Já, það dópamín örfunni og það það sem hann háður. Það hann að stimulera sjálfan sig bara til að feel human skilur, af því að fólk orðið svo disconnected frá því hvað það sama með klám og ástarfíkn og bara allt þetta en undir allri fíkn skilur, annarkvort bara taugakerfið og skattað af streitu eða þá það bara svo mikið að óuppgerðum tilfinningum í kerfin á þér að fólk leitar inn í fíkn. Ef þú lagar forsendurnar, byrjar að heila og skoða forsögu þín á þess að vera að velta þér upp úr henni til þess að skammast þín fyrir að ná níðast á þig fyrir að heldur að skoða hana bara hlutdrægt og getur fyrir að vinna úr þessum sárum, skilur við. Af því að þetta eru sár sem að gerast þegar við erum börn. Í dag, við getum verið að kenna mömmu okkur og pappa það sem eftir ævinar að við séum svona eða hinsegin eða afi hafi verið svona eða hinsegin eða amma eða bla bla. En við erum orðin fullorðnir einstaklingar og nú þegar við erum orðin fullorðnir einstaklingar þá það okkar að heila okkur. Það ekki mömmu og pappa. Við berum ábyrgð á draslinu sem situr eftir. Það ekki ríkið að heilbrigðiskerfið. Heldur það við sem einstaklingar sem erum ábyrg fyrir okkar eigin heilsu og well-being en það bara búið að þjálfa okkur upp í það að við erum alltaf bara með útrétta hendi
úti að þiggja lyf, þú veist, og við spurðum ekkert hvað þetta eða hvað í þessu, eða hvað aukaverkanirnar, við, þá alltaf einhver annar að lækna okkur, þetta virkar ekki þannig, við erum self-healing machine sem að á að geta lækna sjálft sig, skilur við. En þessi tilfelli sem að ég sko sjálfur hef mikla reynslu af, það er sko í kjölfar þjáninga að fara inn í gerða andlega reynslu. Sko reynslu það sem í rauninni var sem jegið eða eftirtektin væri tekin bókstaflega úr öllu efni og böðuð, endurstillt og skiluð tilbaka bara nánast eins og hefði átt sér stað einhver endurforritun og þarna ekki undir neinum áhrifum neinra efna. Þannig að hvaðan í samanburði við þessar seremóníur og þessu hugvíkandi efni, hvað stönduðu, hvað það var þar? Bara einhverja pjúra guðsvitund, edrú, eða ekki undir neinum áhrifum? Sko, við gerum okkur enga grein fyrir því hversu megnu við erum. Ég langar að segja það smá sögum, bara hvað mannskepnan er magnað verkfæri. Fyrir svona 1,5 ára síðan þá, ég er búin að vera að stúdera taugakerfi og mannskepna bara mjög langa tíma og pæli mikið í forsu okkar og svoleiðis. Ég rakst á vísindagrein, það sem er rannsókn á konu, sem eru með 14 mismunandi persónuleika. Og þegar hún skiptir á milli persónuleika, þá farast það 4200 efnaskipti. Sem er magnað. Wow. En það sem er magnaðast við þessa konu er það að einn af þessum 14 persónuleikum er með deadly eða með ofnæmi fyrir hnetum sem að drepa hún og þarf að vera með EpiPen. En allir hinir 13 karakterarnir getur borðan hnetur, sami líkami. Er þetta skitsofreni tilfelli? Já, þetta er svona multiple personality með mismunandi persónuleika. En þýðir það að hún er með 14 mismunandi vitundir. Þannig að þegar hún shiftar inn í eina af þessum 14 karakterum þá er forsaða þar eða eitthvað sem gerir það verkum hún getur ekki meldt hnetur og getur drepið hana. Sem segir okkur það og fyrir mér þegar ég las þetta er bara gjörsamlega hausinn á mig bara spraknast af því að þetta staðfesti fyrir mér, þar sem ég vita meira minna alla mín læfi er það að við erum self-healing machine. Við erum, ef að taugakerfið okkur ratar á réttan stað og við erum að sofa á ákveðin hátt og við komumst inn í það sem við kallum djúpsvefn, að þá getum við lagað nánast allt, skilur, og það er alls konar sögur spontaneous healing og bla, og fólk hafi heilað sig með hugleiðslu og svoleið. Þannig að þetta er allt innra með okkur og þegar þetta er allt inn í þér og við erum heyrst þetta allt saman en we have no idea what's inside us. Þú veist, við erum ennþá uppgöta ný kerfi inn í okkur og svoleiðis og það sem að sko hluti af þessu hvað við erum týnd er það að öll þessi skjánotkun og þetta áreiti sem við fáum úr nútímanum, það örvar framheilasvæðið okkar sem við kallum default mode network, það er lúpan sem við bara hugsa sömu hugsaðna bara dag eftir dag eftir dag, svo hugsa fyrir í dag er það sama og hugsa fyrir 3 vikur, skilur við, bara svipaðir hlutir, skilur við. Og þetta minnkar blóðflæði inn í þetta eykur blóðflæði inn í önnur svæði, þannig að fyrir 3 árum áður en ég steig inn í hennan heim, þá hafði ég aldrei spilað á hljóðfæri á ævi minni. Ég hafði aldrei neina trú á því að ég geti búið til tónlist. Núna spila ég á trommur og alls konar hljóðfæri í seremónium og eitthvað. Alls konar sköpun í gangi. Að það sem að gerist þegar maður notar þessi hugvíkandi efni er að það er ekki bara seremónia sem gerir eitthvað, það heldur að það verða til nýjar taugabrautir í heilanum þannig að það að læra á annað og forritar í Silicon Valley er að nota LSD í mikroskoptum til þess að bara víkka hugsunar ramma sinn, skilur, af því að þegar þú stígur inn í heim það er allt hægt inn í þeim heim. Geggjað maður. Þannig að
þetta þannig að ég mjög glaður að sjá hvert þetta að fara og ég trúi því ekki að náttúran verður ekki stoppuð og jörðin að reyna að vekja okkur til vitundar það að við eigum að vera við eigum að vera fjárheyrðar jarðarinnar, við eigum að vera að hugsa náttúruna og vera í samhljómi með náttúrunni og búa í minni samfélögum, vera meir út í náttúrunni. Þannig að þegar við komumst á þann stað að við getum farið að nurtura okkur sjálf og hlúa að okkur í samhljómi með náttúrunni, þá erum við að fara að vera öðlast frelsi. Inni í þessu neyslu hyggju, það alveg sama hvað þú, það ætla allir að vera hamingjusamir þegar, þegar ég búin að klára háskólanámi, þegar ég búin að eignast barn, þegar ég búin að kaupa mér hús og þegar ég búin að kaupa mér hús þá ætla ég að kaupa stærra hús og hvað þýðir það? Það þýðir það bara að það allir konum í sjónvarpin í sikkot klefan og fólk hætt að borða mat saman, við verjum megnin á okkur vökutíma, gláband á síman okkar og svo skilur enginn akkur en ekki hamingjusamur. Hvernig getur niðurstaðan af þessari hegðun í nútíma samfélagi verið hamingja? Fólk sem fer nánast aldrei út úr húsi, það fer aldrei út í náttúruna, þegar það ferðast, þá fer það bara í einhvern hótelgarð og þar all inclusive og heldur að það hafi ferðast til einhverja landa, þessi hótel líta öll eins út. Þetta við búum bara inn í einhverju svona tilbúinni sápukúlu. Þú ert ekki að vinna neina vinsældakeppni núna, sko. Nei, það alveg allt í lagi, ég ekkert í því, skilur, ég bara fyrir mér að, sko, eins og ég sagði á hann, þetta bjargaði lífi mínu að stígunina heim. Ég áttaði mig á því að það miklu meira í boði heldur en bara efnisheimurinn. Það bara aðrar víddir og annað sem að við getum farið inn í og það ekkert minna raunverulegar heldur en bara að sitja hér, skilur. Það oft mun meira raunverulegar og intense, skilur, af því að allt svo skinnfærakerfi, þetta svo öflugt, skilur. En þetta bara the gift of nature og þetta gríðarlega öflug verkfæri til þess að skoða inn á við og ekki auðveldaleiðin eins og ég sagði, en þetta gefur innsýn í sálarlífi sem að bara mögulega þetta auðveldaleiðin. Ég allavega fyrir mitt leyti myndi sko já, það ekki auðvelt að fara í gegnum þessar reynslur, það ekki auðvelt að takast á við sjálfan sig. En það heldur ekki auðvelt að fara í gegnum heilt líf bara. Það ömurlegt að fara í gegnum lífið bara að sjúga þumal og vera bara í þunglindi og burnouti alltaf reglulega á nokkur ára fresti og eitthvað svoleiðis. Það ekki, skilur, það bara þjáning, þú veist. Þannig að ég vildi óska þess að ég hef bara fundið þetta miklu fyrr. Já, þú ert samt ennþá ungur og ég engja, skilur, við þetta að hjálpa mér, skilur, að vera bara glaður og frjálsari og minni meðvirkni og ég var bara komin á þann stað og þegar ég horfði tilbaka, ég var svo þunglindur áður en ég steig inn í þetta, þá var ég búin að vera bara með sjálfsvíkshugsanir í 1,5 ár og ég var bara bugast og þú veist, þetta bara opnaði allt og þetta gaf mér von til þess að það væri eitthvað meira heldur en bara einmannaleiki minn og þegar ég horfði tilbaka á æsku mína og forsögu mína þá sá ég bara sárin, það var bara eins og það væri svona svart ský sem maður var bara fyrir og ég sá bara þjáninguna og erfileika og vera hafnað og bla 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 og þetta var bara orðið forsaða mín. Svo þegar ég fór að vinna í þessum hlutum og fór að hreinsa út úr eigin sállífi að þá fór bara allt í að koma upp á yfirborðið minningar, bara útilegur með og afa og yndislegar minningar og þær voru bara horfnar. Ég var búin að tapa bara öllum sem jákvæðu minningum og þetta svarta ský var bara í raun og vera blokkera
jákvæðar minningar og bara, þú veist, líf mitt ekkert búið þó allir eitthvað sem heilbrigt fólk tropa. á að eiga að hafa aðgang að. Algjörlega, skilju, og en svo í gegnum þessa vinnu þá svona þetta svarta ský búið að vera bara hverfa og ég sé í dag að það engin tilviljun í minni tilveru og þú veist, erfileikar eru leið til þroska og ég fór að sjá bara í æsku minni og annað lærdóm í staðinn fyrir þjáningu og hvernig, þú veist, eitthvað atriði sem ég lærði þegar ég var 5 ára og tengist ykkur atriði sem ég lærði sem ég 10 ára og bara hvernig allt tengist í raun og veru. Þetta bara eins og þetta svolítið svipað og þegar sko ég fari í gegnum bara það sem við kallum ego-death inn í svona ferðalagi, það sem bara ég egoði farið og bara einhvern veginn það bara eins og endurfæddur, skilur við, og það og þetta rosalega profound upplifun að upplifa þegar bara það bara friður, slöknar á haustnum á þér og bara þessi incessant thinking stoppar. Altså eftir þú kemur úr ferðalaginu? Já, inn í ferðalaginu þá getur upplifað svona ego-death, skilur við, það bara slöknar á þessu default mode network systemi og allt í einu aðgengi bara að minningum og annað sem að þú hefur ekki séð í lengi tíma. En þú hlýtur nú að, þú hlýtur að taka eitthvað af þessum með þér svo þegar þú ferð tilbaka. Já, algjörlega. Þannig að núna... Og það aldrei tekið frá þér? Það ekki tekið frá mér. Þannig að núna í raun og veru svarta skýið horfið og ég sé ekki þjáningu lengur. Ég sé bara tækifæri til þroska, lærdóms og það skilur, það að vera sendur í sveit þegar ég var krakki ég var skilin eftir bara hjá okkur bóndakonu þegar ég 7 ára í 3 mánuði og það var saga mín, skilur, en svo áttaði mig á því að þetta þessi kona bara eina fyrstu fullorðnu manneskjum sem skildi mig, skilur, og ég var bara auming í dag ef ég ekki verið farið til þessar konu, skilur, og ég endaði með að verða í 3 ár en ég samt en þú horfðið tilbaka á neikvæðan hátt á þetta, ég var bara abandoned, ég var bara skilin eftir árið 7 ára gamall, en í dag horfið ég á þetta sem bara eitt af staðist tækifærum lífs mín, skilur, og þannig að ég raunar í gegnum þessa vinnu geta búin að breyta fortíð minni, þannig að því ég er búin að sjá málið það ég er búin að melta þessar upplifanir, það sem við köllum trauma og þegar þú meltir það þá það orðið lærdómur, þá það orðið verkfæri í verkfærakassanum af því að það upplifun, en ef þú ferð ekki gegnum upplifunna og meltir henni ekki á því tímabili sem hún gerist þá verður það sár á sálinni eða scar tissue í líkamannum eða hvað það og ef þú getur síðan unni úr því seinna meir að þó að það hefði gerst fyrir 40 árum síðan þá það allir gaglegt verkfæri í staðin fyrir rífa bara allt frá þér, þú ert farin að geta nýttir. Já, geggjað. Heyrðu, það er bara geðveikt að fá þig hérna. Ég er alveg bara uppnumin. Ég vona bara að þetta sé gaglegt fyrir fólk en bara þú veist, ég veit bara leggja mikla áherslu á það að fólk, að því ég veit að þetta er að verða eins og microdosing og þetta á Íslandi orðið mjög mainstream og ég fagna því það því að þetta hjálpar fólki að losa út filter og það hugsar bara betur microdosing ekki frekar svona hættulaust fyrir svona venjulegt fólk? Það bara, það er mjög sko microdosing á psilocybin sérstaklega er á flestum sem að því að þetta er svo litlir skammtar sem fólk er að taka kannski 0,2 til 0,3 af grammi og þetta er svo litlir skammtar að það er reynt að stilla þetta þannig að þú ert ekki að finna einhverja víma á þessu, það er ekki það sem að smáskammtur á að gera fyrir það, ná basically að bara slaka á taugakerfinu, koma því ákveðin og það styrkir taugakerfi þannig að fólk oft upplifir meiri virkni í þessu skinnfærakerfi sínu, það sér meiri liti og það er bara yfir höfuð svona more human þegar það er að taka microdose þannig að þetta er mjög örugt og ég held að sé ekkert tunglyndslið sem ég veit sem getur sýnt fram á sama öryggi og microdosing á psilocybin.
þannig að allavega ég væri mjög áhersamur ef að það væri til en ég hef ekki mikla trú á lyfjafyrirtækjunum eða heilbrigðiskerfinu af því að sko þegar við tölum heilbrigðiskerfið þá fer fólk í vörn og heldur að ég sé að tala hjúkrunarfræðing og lækna það er ekki það sem ég er að tala heilbrigðiskerfið er eitthvað allt annað heldur en starfsfólki er inni og heilbrigðiskerfið er í raun og veru sjúkdómsgreiningakerfi og er orðið mjög það er bara því er stjórnað markaðsöflum lækna námi er stjórnað orðið að markaðsöflum og við erum orðið mjög týnd það hvað heilbrigði er yfir höfuð og þannig að ég mun meiri trú á náttúrunni og náttúrun hefur öll svörin. Þegar ég var barn, ég var bleið 9 ára gamall, þá vissi ég það bara innra með mér að ef það er til sjúkdómur, þá er til lækning í náttúrunni. Það er nótt og dagur, það er alltaf andstæður í náttúrunni. Þannig að svart og hvít, það er alltaf nótt, það er bara þannig. Þannig að ef við mannskepnan sem erum af náttúrunni getum framkallað einhvers konar sjúkdómseinkenni þá er til lausn við því í náttúrunni eða innra með okkur og sem er basically náttúrun og við eigum ekkert að þurfa að vera að láta moka í okkur lyfjum frá morgni til kvölds til þess að viðhalda heilbrigði til þess að sefa einhver einkenni. Nei, ég bjó hérna upp í Heiðmörkin okkur ár og einhvern tíðan þá kem ég heim og legg bílnum fyrir utan hjá mér og ég var mjög þunglindur akkurat þá leið mjög illa og ég stoppa bílinn minn og ég byrja að fylgjast með kanínum sem voru að hlaupa í kringum húsið mitt og ég var mikið ég var bara mikill sjálfsorkun og ég fór að pæla í þessum kanínum af hverju er ég sem á að vera æðsta vitsmuna að vera á jörðinni keyrum á bíl og ég býr svo húsi og think I got it figured out af hverju ég bara drepast úr þunglindi hérna bara einhverjar kanínur hlaupandi út í náttúrunni þær þurfa aldrei lyf þær þurfa aldrei utanaðkomandi aðstoð og þær eru út að hlaupa þangað til daginn sem það drepast þær þurfa ekki að verja seinustu 30 árunum af lífi sínu í einhvern sófa fyrir frá nágranna að láta móka í sér lyfjum af hverju, why have they got it figured out? Ég hef oft hort á fugla svona og mín niðurstaða svo þau hljóta að vera bara svona vitlausir það er það fyrsta sem kemur upp sko en ég skal segja nákvæmlega af hverju af því að þeir eru í sínu náttúrulega kanínan er úti að leika sér afla sér matar býr í sínu náttúrulega umhverfi þess vegna er hún í jafnvægi og mér finnst mjög skemmtilegt dæmi sem ég hef notað við kuna og svoleiðis það er að ef þú sér náttúrlýsmyndir og þú sér ljón út í náttúruna og það er bara fierce og það bara rífur í sig hold og það er bara kóngurinn skilur og það er bara ákveð glóra augan og þú ert ekkert að fíblast í þessu dýri skilur svo ferðin í dýragarð og þar er every man's dream er bara frítt búr og frítt að éta og það er það sem allir vilja ef flestir vilja það þeir gæti bara þyrfti ekki að mæta vinnuna og það er bara hús og skjól og allt þetta og það er bara human beings wet dream en ef þú skoðar síðan þetta ljón í samanburði við ljóni út í náttúrunni þá er engin litur á feldnum og þetta dýr er bara hægt að rólega deyja og allur þetta power úr augunum er farið og en það er samt þegar að fleiðir steikum bara út í eitt og allir myndi halda ljónið er gott maður, það þarf ekki að hafa fyrir þessu en það er búið að missa alla lífskraft út af því að það er búið að taka þetta dýr úr sínu náttúrulega umhverfi það þarf ekki lengur að hreyfa sér til matar og það missir allan lífsmátt og nútíminn er að ræna okkur allir þessi þægindi sem við höfum sem eiga áttu að auðvelda okkur lífið þau eru að ræna okkur því að örva taugakerfið okkur og viðhalda því að gera okkur bara að einhverjum lindýrum og þetta við getum ekki þrifist í þessu umhverfi við verðum að fara átt okkur á því að
draga okkur út úr þessu neysluhyggju og fara bara út í náttúruna og, þú veist, og þrífast sem manneskjur. Fara inn á við. Og það ekkert að jörðinni, það eitthvað að mannkyninu sem býr á jörðinni, skilur, út af því að við erum búin að einangra okkur frá náttúrunni eins og dæmi með ljónið, að það bara, þú veist, við erum gerð til þess að hreyfa okkur, afla okkur til matar og allt þetta. Ég er ekki að segja það við erum að henda tækninni, en við þurfum bara að fara að bera ábyrgð á okkur, að hætta að láta bara mata okkur frá morgni til kvölds með upplýsingum, með einhverjum trendi mat þetta árið eða bla bla, skilur þetta matara eða hitt. Sjálfbærni. Já. Sjálfbærni, að vita, skilur, hvað heldur þessi margir í Reykjavík sem að ef að byrðalínurnar til Íslands myndu falla niður. Það er bara hungursneyð. Hvað heldur þessi margir sem geta bara aflað sér matar yfir höfuð? Engin. 5%. Ég efast að náði því að þessi 5% sé að rækta mati. Þú getur alltaf ekki sungeisað á Íslandi. Nei, þannig að þetta þannig að við erum orðin svo ósjálfstæð og við höfum orðið svo lítið að segja okkar tilveru og samfélagið og umhverfið alltaf að segja okkur hver við eigum að vera og hvernig við eigum að vera og við erum ekki frjáls fyrir 5. En þetta hefur veitt mér frelsi, þetta hefur hjálpað mér að losna undan sárum fortíðar minnar og verða frjáls í hugsun, þú veist, þannig að og leðu ég fór að vinna úr þessum sárum, þetta skýf var farið og þá allt í einu bara meðvirkni horfin, þráhyggjan horfin og þú veist einhvern veginn bara jafnvægi. Geggjað. Voru þetta loka orðin? Ég held það bara. Já. Heyrðu, sko, ég ætla að leysa það út með gjöfum eftir smástund. Ég ætla að fara í nokkur orð frá sponsorum og meðan að ég geri það, má ekki bjóða þér hérna, viltu ekki smakka þessar olíur hérna? Ég til það. Ég ekki, þetta alls konar. Bara go nuts. Þú getur bara að prófa þetta allt. Þetta eiginlega bara ómikið val, sko. Já, sko, það þessi sem út með þarna svarta. Já. Þetta er broadspektrumolía, hún er sem sagt án THC. Ok. Restin í mismunandi styrkleikum af CBD og með einhverju snefilmagni af THC. Þú bara go nuts. Ég ætla að lesa hérna eins. Heyrðu, við erum með nýjan styrktaraðala. Kombucha. Við erum hérna eitthvað, þetta er á okkur frumstíi, við erum að drekka þetta allavega hérna í þvottahúsinu. Og þykir mjög gott. Þetta á að þykja mjög hollt. Þú veist örugglega meira myndi ég. Þetta hjálpaði með þarmaflóruna og þarmaflóruna er basically ónæmiskerfið á þér. Þannig að ef það er jafnvægi í þarmaflórunni þá er ónæmiskerfið á þér að virka mun betur og það er gríðarlega mikið aðri og kombucha hjálpar sem þetta heilbrigðum gerlum í kviðnum. Geggjað, ég var alveg til að fá þetta bara á maili og get ég lesið þetta bara með þess. Ekkert mál. Heyrðu, það er Þ. Þorgríms hérna í ármúla 29 og meðan ég les þá getur að handleikið henni þetta er jómfrúakorkur. Já. Þetta er 27 ár in the making og svo það sem þið gera eftir þessu 27 ár þetta er eitthvað korkus súperín heitir tréð held ég, þá rífa þær jómfrúakorkin af. Já. Strípan bara. Já. Og þetta er yfirleitt bara kurlað. Þetta er ekki efni. Já, en þú sér hvernig er ökológískur sko, eða lífræn og búin að vera 27 ár þarna sko, en á 5-7 árum þá vex nýtt lag af korki og það er sko sléttara, það er ekki svona hrjúft því tréð fyrir panik. Og þá er þetta að gera það sem 80% allir korkframleiðslu þetta fer í, það er þetta hérna, það eru tappar, þá er þetta að stansa þá eða kurla. Og málið með korkin að sko korkurinn, sko því meira sem þú framleiðir á kork því neikvæðara er kolefnissporið sem framleiðslan skilur eftir sig. Það er insane sko, það er rauninni bara korkurinn og hampurinn sem að þú getur í rauninni talað í þessu samhengi. Ég er með hrifna þessu kork því að ég er svo mikla snertinæmni og ég er iðnaður maður í mér sko, ég smíða mikið og svoleiðis sko, þannig að svona efni og náttúrulega efni. Hérna ertu með gólefni, þetta er bara korkur út í gegn, 3 lög, þetta er algjör snild sko. Við erum með þetta á veggjónu líka sko. Þetta er Þ. Þorgríms, nýri ármála 29, við elskum kork og Daniel er þarna neður frá, hann getur tekið á móti ykkur.
Bím bara búm, herru, svona gott CBD, það eru olíurnar, þú ert búin að fá þér. Ég er búin að fá mér. Við erum búin að, olja. Hvernig fannst þér Smokey? Mér fannst nefnilega bara mjög gott reykjað og gott bragð af þessu. Fannst þér ekki? Jú, og CBD náttúrulega er mjög, þetta er slakar á taugakerfinu. Þetta veldur ekki vímu en þetta slakar á taugakerfinu og þetta er gagnlegt og það er bara þannig, þannig að það er mjög gott að sjá hver þróun er hérna, hvað Íslendingar eru móttækilegir fyrir þessari breytingu í hugafari, gagnvart plantmedicine og annað. Já. Við erum með fljóta tilengja okkur. Ég sko fyrir 3 árum sko, þá var ég í felum með mína CBD neyslu sko. Já. En núna kaupir þetta út í Hagkaup og öllum helstu apótekum. Já, það sko, þannig á það að vera. Þetta er bara... Við eigum ekki að vera að neita fólki aðgengi að náttúrulegum meðulum. Það er bara út af hagna, það er ekki hægt að patentera náttúruna, við erum að vinna með náttúrunni. Þannig að þetta er góð þróun. Geggjað. Sko, gott CBD, þeir eru með búð upp í Urriðaholtsstræti og svo er þeir líka með vefverslun, altså bara gottcbd.is. Og við erum með svona afsláttarkóða sem er bara þvottahúsið með litlum stöðum og kóðinn gefur held ég 15 eða 20% afslátt. Þannig að bara áfram CBD, áfram hampur og áfram korkur og áfram náttúran og kombucha. Heyrðu, þannig að ég ætla að byrja að leysa þig hérna út með með korkurinn vera með þér, þetta eru glasamáttur. Takk fyrir. Þú getur sett sveppatebollana hann á. Klárlega. Og svo máttur þú velja vist hérna, mér finnst þetta svona svolítið sérstakt val en Siggi hann segir að þið með velja milli þess að fá handaburð, CBD handaburð eða CBD acne cream sem er bólukrem. Já, ég hef aldrei fengið ból á ævi minni. Mér sýnst þú bara að vera með mjög fína húð, sko. Það er ekki nema að einhvern ungling heima sem er alveg hellaður að því. Nei, það er, já. Erum við í handaburðinum? Ég er þig handaburðin bara þér. Ég er trommar svo mikið með höndunum að ég... Svo máttu eiga þessu lyklakipu. Þakka þér fyrir. Það er bara aldrei liðis. Herðu, Þór Guðnason, bara loksins komstu til okkar og ég er búin að bíða eftir því, þetta er bara frábært spjall. Bara takk fyrir spjallið. Virkilega gott að hafa þig og bara keyrðu skilvirt og örugt aftur upp í bústað. Klárlega að gera það. Takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Páll Þorgríms er stoltur styrktaraðili Þvottahússins.